Hjónin Helgi Rafn Guðmundsson og Rut Sigurðardóttir búa í Reykjanesbæ ásamt 8 og 6 ára börnum sínum. Þau eru bæði menntaðir íþróttafræðingar og fjölskyldan hefur tileinkað sér einkar heilbrigðan lífstíl. Helgi er einkaþjálfari og yfirþjálfari taekwondo-deildar Keflavíkur, en Rut er deildarstjóri frístundaþjónustu Suðurnesjabæjar, þar sem hún vinnur meðal annars að heilsueflingu bæjarbúa. Við hittum þau og ræddum heilbrigðan lífstíl og heimakennslu, en börnin þeirra ganga ekki í hefðbundinn skóla. Við kynntumst í gegnum íþróttirnar. Við vorum að æfa saman, við vorum að keppa og æfa saman með landsliðinu og ferðast út Evrópu og keppa á mismunandi mótum. Og við vorum æfingafélagar þegar ég bjó og var í skóla á Akureyri. Þá vorum við að æfa saman og við kynntumst svolítið í gegnum sportið. Ég segi stundum við byrjum á að sparka og kýla í hvort annað og við byrjum að kyssast. Það öfugt. Já, kláruð það. Og hvað voru þá bæði í taekwondo, eru kannski bæði ennþá í því? Já. Ég er svona minna kannski núna, en já, var í mörg ár. Hafið stundað einhverja aðra íþróttir, eða? Ég er alveg upp í hestamennsku. Og ég og dóttir mín erum komin á fullt í það aftur. Ég var í handbolta þegar ég var yngri og skautaíþróttina, listhlaup á skautum. En svo náttúrulega prófaði maður allt í skólanum, í íþróttafræðinni. Og svona fekk maður að kynnast alveg hrjómanum að flestum íþróttum. Já, ég var í bara fótbolta þegar ég var krakki eins og flestir og það var kannski ekki mikið sem var í boði þar sem ég bjó. Ég bjó semst í Sandgerði og það voru ekki mikið íþróttalíf og ég hafði ekki mikið áhuga á íþróttum fyrr en að ég var unglingur. Þá var það svolítið svona áhuga minn á bardagalistum og bardaíþróttum sem varð uppi, og þegar ég komst að því að það væri nýstofnað taekwondo-félag í Keflavík, þá bara hljóp ég strax til að byrja að æfa taekwondo. En ég er búinn að prófa margar íþróttir náttúrulega gegnum íþróttafræðinni eins og hún segir, og alls konar svona líkamsrækt, bara örugglega flesta tegundir líkamsrækt sem til bara á jörðinni hefur örugglega prófað gegnum tíðina. Og meiri hlutin af þeim bardagalistum og bardaíþróttum sem eru stundaðar á Íslandi hef ég stundað að einhverju leyti að prófa og svona. Þannig ég hef mikinn áhuga á mörgum íþróttum en aðalega bardaíþróttum. Ég er alveg upp svona, já, af eiginlega tveimur bændum, þannig á svona svolítið sveitalegt svona mataræði með mér sem er mjög hollur matur. Og svo fekk ég þegar ég var unglingur, ég var svona 14 ára, þá fekk ég þessa flugu í höfuðið einhvern veginn að hugsa alveg rosalega mikið hvað maður var að láta ofan í sig og bara allt sem tengist heilbrigðum lífstíl, og það er eiginlega búið að vera þannig síðan. En það var ekki fyrir að byrja að æfa íþróttir að þetta fór að koma, því að það var alltaf verið að predika þetta fyrir mann að mann næði ekki góðum árangur í íþróttum nema þú sért að borða hollt. Og það var þá sem ég hætti að drekka gos og fór að fókusa svolítið á það að læra meira næringu og hvað er að láta ofan í mig og hvernig get ég borðað til að ná mér í árangur sem íþróttamaður og þannig. Þannig að það var aðalega svona á unglingsárunum og eftir það þar sem ég fór að setja rosalega fókus í það. Og það er alveg rétt, við leggjum rosalega mikið upp á hollum mat og bara heilbrigðum almennum lífstíl með okkar líferni og lífstíl. Og líka bara að kenna börnunum það strax, þau kunna strax hverjir fæðuflokkarnir eru og hvernig á að lesa utan á mataræði og utan á matvörunar. Og bara vita alveg ótrúlega mikið næringarfræði með við aldur, og auðvitað ætti það að vera þannig allstaðar, þannig að það sé val einstaklingsins hvað hann er að setja í sín líkama. Og það sé líka svona meðvitað val. Það er málið, þegar maður hefur vitneskju, þá getur maður tekið meðvitað val. Það er svo auðvelt að láta bara blekkja svolítið að markaðssálfræðinni og fara bara að velja það næsta sem þú sérði, eða það sem er best auglýst eða með flottustu litunum. En ef þú getur svona tekið meðvitað val, þá eru miklu meiri líkur að þú náir þessum lífstíl sem tengist í að borða heilbrigðan mat. Og þið farið ekkert trónaslóðir í ykkar uppeldi og hafið börnin ykkar í heimakennslu. Hvernig kom það til að þið tókuð þessa ákvörðun? Má ég taka það? Byrjunin á þessu var í raun og veru fyrir nokkrum ára þegar dóttir mér var cirka 2 ára. Þá kynntist ég bandarískum manni sem á íslenskar konu. Og þau búa hluta af árinu búið í Bandaríkjunum og hluta af árinu búið í Íslandi.
og ég að spurja hann, hvernig virkar það skólinn? Þeir eru alltaf á faraldsvæti og þau eru að fara út allt og hann sagði, við heimakennum þeim bara. Það mjög einfalt, við gerum það þannig, kona mín kennarinni og þá getum við kennt þeim hvar sem í heiminum. Og bara út frá þessu, nú ég búinn að vera faðir í svolítið stuttan tíma þá koma fullt af spurningum. Ég hafði auðvitað heyrt svona án þess að spá eitthvað í þessu, heyrt heimakennslu hjá krökkum í Bandaríkjum og bara einhvers staðar annars staðar í heiminum, en einhvern veginn aldrei dottið í hug að þetta yrði eitthvað sem væri möguleiki einu sinni fyrir íslensk börn. Af því að börnin hans eru með íslenskan ríkisborgararétt og íslensk nöfn og allt það og æfa hjá íslenskum íþróttafélögum og svo framvegis. Þannig að út frá þessu þá var ég mjög forvitin og ég var að spurja hann alveg spjörunum út í þetta mál og það var svolítið svona kveikjan á þessu var það að fá kannski þessar hugmyndir frá honum og svo heldum við áfram með því að vera að skoða fullt af rannsóknum sem er búið að gera á þeim sem hafa verið bæði fjölskyldum og börnum sem hafa farið í gegnum það að vera í heimakennslu. Og svo bara kom í ljós að það var hægt að gera þetta á Íslandi þannig að þegar að dóttir okkar var að fara í fyrsta bekk þá ákvað að slá til og prófa að gera. Að foreldri eða forráðamaður sem hefur kennsluréttindi getur sótt undanþágu frá því að barnið þurfi að mæta í skólan og getur kennt þeim heima í staðinn. Í samráði við sveitarfélagi, skólastjórn þess sveitarfélags og einhvern þjónustuskóla. Þannig að okkur er verið úthlutaður þjónustuskóli sem í okkar tilfelli er bara hverfisskólinn sem hún hefði farið í hvort er og þar eru bara nefnd þar inn á skólan sem við hittum í hverju mánuði. Það sem eru umsjónarkennarinnar og deildarstjórar og annað sem eru að vinna með okkur. Þannig að þetta er ekki bara við erum líka að vinna náið með skólanum. Við þurfum að uppfylla alls konar kröfur, menntunarkröfur og kröfur aðstöðu og kröfur námsmat og annað slíkt. Og hvernig hefur þetta gengið? Það hefur gengið mjög vel, gengið rosalega vel. Þannig að þau fá að blómstra á sinn hátt á sama tíma og þau eru að læra það sem er krafist til þeim. Þá fá þau möguleikan á að gera þetta sem er kannski tengt þeirra áhugamálum eða tengt þeirra tómstundum eða það sem þeim finnst skemmtilegt. Og það sem ég sé eins og með hann að bætast við heimaskólan og er í fyrsta bekk og hann er rosalega orkumikill og það er bara frábært að sjá hvernig er hægt að mæta honum með því að brjóta upp skóladaginn bara oft með stuttum hreyfiæfingum eða útiveru eða bara hjóla í tring og gera síðan 10 starffræðidæmi og síðan þannig að það er hægt að mæta þessu rosalega vel. Ég get ekki ímyndað með hvernig honum myndi líða að þurfa að sitja allan daginn. En það er það sem er hægt hentar honum rosalega vel. Það er nefnilega það sem er hægt að gera það er hægt að mæta þessum ólíku þörfum þegar hópurinn er þar lítill. Þá er það svo auðvelt. Við getum hvenær sem við viljum, þá getum við farið út. Við þurfum ekki að bíða til einhverju bjöllu. Við getum breytt skipulagi dagsins bara á augnablikinu. Ef að tilfinningin er þannig. Vera inni, vera úti, við getum farið í bílinn og keyrt í annað bæjarfélag, við getum farið í aðrar sundlaugar, við getum farið í söfn út á landi, við getum gert hluti sem kannski er svo mikið mál að gera með stóran hóp þar sem að þarf alltaf að fá leyfi fyrir öllu sem þú gerir og svona ferlið er svo langt og þungt. En það er svo auðvelt hér að breyta til og aðlaga. Við erum ekki háð 40 mínútna lotum og klukku sem þýðir það ef einn daginn þeirra tilfinning og þeirra orka er að vera mjög duglega að reikna og þeim langar til að reikna, þá getum við alveg reiknað meira þennan dag og það er allt í lagi. Við getum þá bara lesið meira einhvern annan þegar að þeirra orka er þannig. Og þá í raun og veru eru samt alltaf að koma út á sama stað. Þetta er ekki bara þannig að þau þurfa alltaf að gera hlutina í nákvæmlega jafn margar mínútur á hverjum degi. Við breytum bara eftir þörfum þeirra og þeirra líðan.